Já, þá það nokkur orð og sem að ber yfirskriftina Konan reyndist vera engill. 23 ára gamall maður greindist með ólæknandi taugasjúkdóm og var lagður inn á sjúkrahús í Bandaríkjunum. Allt var reynt til þess að betrumbæta heilsu unga mannsins en ekkert virtist koma að gagni. Móðir hans var alltaf hjá honum inn á sjúkrahúsinu. Öll einkenni sjúkdómsins bentu til þess að sonur hennar ætti aðeins eftir skamma stund þar til öll líffærin hættu að starfa, enda var lömun líkamans að verða algjör. Eitt sinn þegar móðir hans fór inn á kapellu spítalans til að eiga þar kyrrðarstund og til að ákalla Guð hjálp og lækningu fyrir son sinn, gerðist hún svo djörf að biðja Guð tákn sem að sýndi henni ótvírætt að Guð væri að svara bænum hennar. Að lokinni þessari bænastund gekk hún fram á ganginn og í áttina að herbergi sonar síns. Hún fann að mikill friður og fullvissa fyllti nú hjarta hennar. Þegar þangað var komið, settist hún niður á stól til að lesa bók sem hún hafði meðferðist. Fljótlega var bankað á dyrnar og ókunnu kona leit inn og spurði: Er William hérna inni? Þessu játti móðirinn, svo konan sagðist vera komin til að vitja hans. Móðirinn taldi þá líklegt að hér væri sálfræðingur eða prestur sjúkrahússins komin til að vitja sonar hennar. En þegar svo reyndist ekki vera, spurði hún hvaða söfniði hún tilheyrði. Ég tilheyri óháðum söfniði og ég komin til þess að biðja fyrir syni þínum, svaraði hún. Þá taldi ég víst að óhætt væri að hleypa henni inn. Konan gekk rakleitt að sjúkrabeði sjúklingsins og lagði hönd sína á aðra hendi sonarins. Síðan sagði hún mér að leggja aðra hönd mína yfir hönd hennar og að lokum lagði hún aðra hönd sína yfir mína hönd og þannig vorum við bæði, þar að segja sonur minn og ég, í snertingu við konuna á meðan hún bað Guð lækningu fyrir soninn. Ég þakkaði konunni fyrir komuna sem síðan hvarf á braut, en lofaði að vitja hans aftur. Skömmu seinna kom öndunarsérfræðingurinn inn til að kanna ástand sonar míns og tók þá eftir því að hann virtist anda án aðstoðar öndunarvélarinnar sem hann var tengdur við. Hún sagðist ætla að aftengja vélina úr því að sjúklingurinn væri farinn að anda hjálparlaust. Við þetta óttaðist móðirinn að þá gæti sonurinn líklega ekki geta andað án öndunarvélarinnar. Það ekkert að óttast, sagði stúlkan, þar sem ég verð alveg tilbúin að ræsa vélina á ný ef hann þyrfti á henni að halda. En sonurinn hélt áfram að anda þótt slökkt væri á vélinni og við fórum báðar að gráta af gleði. Öndunarfræðingurinn og ég. Sonur minn var svo sannarlega á batavegi þótt honum væri enn haldið sofandi og svo var öndunarslangan fjarlægð þar sem hennar var ekki lengur þörf. Þá gat sonurinn farið að tala á ný. Enda vaknaði til fullra meðvitundar. Hann var farin að geta talað um móður sína og spurði hana: Mamma, ég var næstum dáin, það ekki? Nú fór móðurinn að hugleiða atburðarásina nánar.
sérstaklega hver konan var sem hefði komið óvænt inn á neyðarmóttökuna, sem engir ókunnugir máttu koma inn á. Þegar hún spurði fólkið sem að vann á móttökunni, sagðist það ekki hafa hleypt neinum inn á ganginn, nema móðir veikamannsins, og inn á herbergið þar sem sonurinn var, hafði engum verið hleypt inn. En hvernig hefði þá þessi ókunnuga kona komist inn og út framhjá öllu starfsfólkinu? Þá voru öryggismyndavélarnar skoðaðar og þær sýndu að enginn hefði heimsótt soninn nema móðirinn. Bati Williams var stöðugur og það svo mjög að hann var útskrifaður innan 2 vikna. Alheill, og móðir hans ekki í neinum vafa að konan sem kom í óvænta heimsókn á sjúkrahúsið hafði verið engill sendur af Guði, sem lifandi og áþreifanlegt tákn bænheyrslu og inngrip af hálfu sjálfs drottins. Við segjum amen við því.